Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 15. október 2025 klukkan 16:42. Þetta 880. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. 3 varabæjarfulltrúar sitja hér fundinn í dag. Það Hrafnhildur Gísladóttir í forföllum Aldísar Stefánsdóttur bæjarfulltrúa Framsóknar, Valdimar Birgisson í forföllum Lovísu Jónsdóttur bæjarfulltrúa Viðreisnar og Hjörtur Örn Arnarsson í forföllum Rúnars Braga Guðlaugssonar bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks. Aðrir aðalbæjarfulltrúar eru hér í dag. Í upphafi leggur forseti hér til að 3 mál verði tekin á dagskrá með afbrigðum. Það þá fyrst að nefna beiðni tímabundið leyfi frá störfum í bæjarstjórn Mosfellsbæjar og þá næst kosningi nefndir og ráð, skipan ungmennaráðs og svo kosningi nefndir og ráð varamaður í bæjarráð. Og forseti ber þessar tillögur að afbrigðum upp í einu lagi. Ef engar athugasemdir eru þá biður bæjarfulltrúa sem samþykkja afbrigðin að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum og þessi 3 mál koma þá inn sem mál númer 5, 6 og 7 á dagskrá fundarins. Á dagskrá fundarins í dag eru þá alls 13 mál. Þar af eru 4 fundargerðir til staðfestingar og þá 3 almenn erindi og svo 6 fundargerðir til kynningar. Og við göngum þá til dagskrár og fyrst á dagskrá þá fundargerð 1683. fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 1. október síðastliðinn og þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Halla Karin, gjörðu svo vel. Ágæti forseti og bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp fyrir máli 1.1, íþróttamiðstöðina Varmá, félagsaðstaða, nýframkvæmd. Á þessum fundi bæjarráðs númer 1683 samþykktu við samhljóða að eignasjóður megi framkvæma verðfyrirspurn vegna uppbyggingar á félagsaðstöðu íþróttamiðstöðina Varmá. Þessi fyrirhugaða félagsaðstaða verður 135 fermetrar að stærð. Og bara svona til þess að segja aðeins nánar þá verður hún fyrir ofan lyftingasalinn eða kraftlyftingasalinn og geymslurnar í sal 1 og 2. Að mínu mati þetta bara algjörlega frábært og fagna ég mjög þessari hugmynd að hægt sé að koma upp félagsaðstöðu þarna og finnst þessi lausn góð. Það ætti líka að vera hægt að hefjast fljótt handa við að gera þetta ef allt gengur á óskum og þá eiga framkvæmdir svo sem ekki að taka mjög langan tíma. Því að svona félagsaðstaða eins og við vitum og það hefur verið ákall í mjög mikilvæg fyrir afturöldingu og kemur auðvitað bara öllu starfi afturöldingar að mjög góðum notum og skiptir máli fyrir bara allt starfið þeirra. Mér langaði bara að koma upp, þetta bara við vorum að samþykkja þessa verðfyrirspurn en boltinn ætti að rúlla fljótt því það búið að vera hanna og annað þegar það verður komið. Þannig að ég vildi bara vekja athygli á sig. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan leið. Svo ekki en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar að vekja athygli á umsögn Mosfellsbæjar varðandi frumvarp til laga öryggisráðstafanir. Við veittum líka umsögn þegar það voru áform að setja slík lög fyrir í sumar og ég verð að segja að þetta alveg gríðarlegt framfaraskref ef þessi lög verða að veruleika að við séum komið með löggjöf öryggisráðstafanir. Afsakið, ég... Við erum fundar. Heyrðu, ég biðst afsökunar, ég var á fljót á mér, það er næsta fundargerð og ég fæ vonandi að koma upp aftur.
bara kom því að Þá höldum við það áfram, afsakið þetta óvænta fundarhlé. Við erum stödd í fyrsta dagskrármáli sem fundargerð 1683. fundar bæjarráðs og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Og enginn kveður sér hljóðs aðra liði en það sem þegar hefur verið rætt og tökum fundargerðina til afgreiðslu. Og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 683. fundar að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Og þá það annað mál á dagskrá sem fundargerð 684. fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 9. október síðastliðinn og þar voru 6 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem aftur upp af því að ég fór á fljótt upp áðan varðandi þetta frumvarp til laga öryggisráðstafanir sem er mál númer 26 í fundargerð bæjarráðs. En við höfum á fyrri stigum þegar það voru sett fram áform lagasetningu í málaflokknum og þá sendum við mjög ítarlega umsögn. Og síðan þegar þetta er komið á þetta stig að vera frumvarp til laga, að þá sendum við áfram inn aðra umsögn sem byggir að miklu leyti á þeirri fyrri en endurtökum ekki allt sem sagt var í henni, vísum í hana. En það sem að kemur fram í okkar umsögn er að við teljum þetta algjörlega frábært skref, gríðarlega mikla réttarbót að fá þessi lög öryggisráðstafanir vegna þess að sveitarfélögin hafa meðal annars sem allt frá því að við fórum að sinna málaflokki fatlaðs fólks frá árinu 2011 þá höfum við verið með fólki þjónustu hjá okkur sem hefur þurft miklu meiri þjónustu og öryggisráðstafanir heldur en eðlilegt miðað við það verkefni sem að sveitarfélögin eiga að sinna og það hefur haft í för með sér töluverðan vanda, mjög mikinn kostnað og á stundum hreinlega hættu fyrir starfsfólki okkar. Þannig að við höfum ýtt á þetta að það verði fundin einhver lausn á þessu og þegar og í þeim tilvikum sem við höfum verið með sveitarfélögin almennt verið með erfiðustu einstaklingana þá höfum við fengið undanþágu og fengið heimild til að beita bæði nauðung og þvingun án þess samt að hvíla á nægilega góðri réttarstoð. Þannig að ég fagna þessu og ég veit að ég tala fyrir hönd okkar starfsmanna á velferðarsviði að þetta verður gríðarleg réttarbót og síðan munum við halda áfram að líka viljum við fá þá auki fjármagn til þess að fylgja þessu eftir inn í sveitarfélögunum þar sem þetta við. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarstjóri, fleiri sem óskast til að taka til máls þennan lið. Svo ekki fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Það ekki fleiri sem kveða sér hljóðs þessa fundargerð. Tökum hana þá til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 684. fundar bæjarráðs að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir það. Þá það þriðja mál á dagskrá. Það fundargerð 7. fundar skipulags- og umhverfisnefndar Mosfellsbæjar. Sá fundur fór fram 29. september síðastliðinn.
Þar voru 3 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð. Tökum hana til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 7. fundar skipulags- og umhverfisnefndar að gefa merki. Samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. 4. mál á dagskrá er fundargerð 7. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Sá fundur fór fram 10. október síðastliðinn. Þar voru 12 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Valdimar, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við kemum upp undir máli 4.3 Hlíðarvöllur, aðalskipulagsbreyting. Það sem sagt, við erum að leggja fram hérna aðalskipulagsbreytingu fyrir stækkun, vegna stækkunar á Hlíðarvelli, golfvellinum í Mosfellsbæ. Það verið að stækka völlin meina 12 fermetra og það kom fram áður hér í bæjarstjórn að ástæða þessa stækkunar er til að bæta öryggi á vellinum og þetta breyting nær til svona óbyggð svæði sem er austan við núverandi völl. Og hérna, megin svona markmið þessara breytinga er að endurhanna golfvöllinn með tillit til öryggis. Það var þannig að þegar það var byggt við Súluhöfða að þá kom í ljós að ein holan, þar hola 4, að það vildi þannig til að hún var eiginlega í skotlínu ykkur húsin þarna og hérna það þurfti að breyta sem var gert. Og eftir sem sagt, að hafa skoðað þetta gaumgæfilega þá var komist að því að það þyrfti að hanna allan völlinn með tillit til öryggis og það er verið að gera þarna, það er verið að færa brautir frá göngustígum og svo framvegis. Þannig að, og líka er verið að fjölga í raun og veru útivistarmöguleikum með því að það verður líka þarna lítill par, 3 völlur eða lítill 9 hólu völlur sem verður sett og svona æfingavöllur sem verður líka þróaðar þarna. Þannig að þetta ætti að styðja svona við það sem við í Mosfellsbæ erum að gera. Við viljum hafa heilsueflandi bæjarfélag og þetta styður það. Því að bæta golfvöllum og hérna fjölga möguleikum þar sem að til dæmis þessi 9 hólu völlur gerir að hann styður við unglingastarf og líka eldri borgar geta notað hann sko. Það stendur til líka að það er einhver landmótun sem mun eiga sér stað þar og jafnframt einhver landsala og vekja athygli á því ef ég má forseti að í næsta mál og eftir þar er svona matskyldu fyrirspurn þar sem við erum að spyrja hvort við þurfum að fara með umhverfismat einmitt kannski út af þessari efnistöku sem við verðum að minnast á. Vekja athygli á því að það er gert ráð fyrir því að það verið tekið þar 250.000 rúmmetrar af efni. En hérna, já, þannig að þetta er komið í þetta ferli og ánægilegt að svo skulu vera. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo er ekki, en fundargerðin er opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Hjörtur, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem upp hérna máls 4.11 afgreiðslufundur byggingarfulltrúa. Samkvæmt fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar 10. október síðastliðinn var lögð fram umsókn um byggingarleyfi vegna uppsetningar mastara fyrir lýsingu íþróttasvæðis við Varmá. Framkvæmd sem er þegar lokið. Ég verði að segja að mér finnst þetta óviðeigandi að bærinn sem sækir leyfi og er leyfisveitandi skuli standa svona málum fyrir að reisa á hæstu ljósmöstur íþróttafélaga á Íslandi, svo best sem ég veit sjálfur. Deiliskipulag fyrir svæði sem heimilar umræddar framkvæmdir hefur ekki verið samþykkt og hefur því ekki verið skildi. Í deiliskipulaginu er ekki einu orði minnst á útreikninga á ljósmengun, hámark lýsingu, skermun eða umgengisreglur. Það er hvenær ljósið mega vera kveikt og hvenær þarf að vera brotslökkvaður. Framkvæmdir virðist því að farið fram án byggingarleyfis og ekki í samræmi við gildandi skipulag.
Þetta er eitthvað sem við verðum að passa upp á að við gerum ekki og þetta sé að gerist ekki í bænum og því við viljum ekki að almennir íbúar bæjarins stundi svona vinnubrögð. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Svo ekki, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Valdimar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Nú er líka að koma upp undir máli 4.5 held ég, sem er Bjarkarholt. Það er að ræða, við erum að setja fram aðal- og deiliskipulagslýsingu fyrir Bjarkarholt 26-30 og bara sem er ánægður með það að þetta skulle vera komið á þetta stig. Og það skiptir okkur máli að haldi áfram uppbygging í miðbænum hjá okkur og að svo uppbygging klárist kannski sem fyrst, en þetta er allavega skref í þá átt, sko. Ég ætla að fá með leyfi forseta að lesa aðeins upp úr aðalskipulagi Mosfellsbæjar sem varðar miðbæ Mosfellsbæjar. Það segir að í miðbæ Mosfellsbæjar verður þungamiðja menningar í bænum. Lögð skal áhersla á vandaða bæjarmynd í miðbæ og markaður verður menningar sem göngulög milli stofnana og menningarstaða. Hugað verða þéttingu byggðar og þannig skapaðar forsendur fyrir uppbyggingu þjónustu og menningarstarfsemi auk annarra stofnana og íbúa í miðbænum. Það er sem sagt þétting byggðar er kannski líka svolítið lykilatriði þarna í kringum miðbæinn. Þannig gert ráð fyrir því á þessu svæði sem er þá, eins og áður sagði, Bjarkarholt 26-30. Þarna verður byggðar 125 til 150 íbúðir. Þetta er sem sagt 12.000 til 15.000 fermetrar húsnæði sem verður þá að þryggja til 5 hæða húsbílakjallari sem verður undir öllu svæðinu. Þannig að þetta verður svona blönduð byggð og það verður 1,5 bílastæði per eign. Og það má kannski minnast á það að í þessu skipulagslýsingu er líka að kveða á það að þarna verði opið svæði, svona borgargarður eða torg sem er meiningin að þróa og gera, sem vonandi verður. Þess að ekki ánægði Mosfellsbæjar. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Svo ekki, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Fyrst að skipulagsmálin eru svona, við erum svona til í að ræða þau og að gera að halda því áfram. Ég kom undir máli 4.6, borgarlínu landi Blikastaða frá Korpúlfsstaðavegi að Skálholtslæk, en þarna eru sem sagt að skipulagsnefnd að samþykkja, skipulags- og umhverfisnefnd, réttara sagt, að samþykkja að fara í skipulagslýsingu, deiliskipulags fyrir vegtengingu frá Blikastaðalandi og yfir í Korpúlfsstaðaveg og þá tengir þetta saman þá Korputún sem er að byggjast upp nú þegar og maður fann það bara ákall eftir því að huga væri vel að vegtengingum til og frá Blikastaðalandsins sem er náttúrulega handað með horni hjá okkur í skipulagi. Þannig að þetta er svona liður í því. Þetta er ekki langur kafli en þetta er náttúrulega að munar allar auka tengingar. Þannig að þetta var sent af stað í skipulagslýsingu á síðasta fundi og svo komum bara í ferli. Bara vekja athygli á því. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Svo ekki, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Og ekki eru fleiri sem kveða sér hljóðs þessa fundargerð og tökum hana þá til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 7. fundar skipulags- og umhverfisnefndar að gefa merki.
Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir það. Þá erum við búin með fundagerðirnar sem hér krefjast afgreiðslu og komin í almenn erindi og þar er þá 15 mál á dagskrá, beiðni tímabundið leyfi frá störfum í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Þar óskar bæjarfulltrúi Aldís Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi Framsóknar, eftir tímabundnu leyfi frá og með deginum í dag 15. október til 31. janúar 2026 og ég tek þá þessa beiðni til atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkja þessa beiðni vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Og þá er það 7. mál á dagskrá. Og það er kosning í nefndir og ráð, skipan ungmennaráðs. Sakið fundagáttin er hérna hoppa fram og tilbaka og lagt er þá til að við forseti tekur þá til afgreiðslu fyrirliggjandi tillögu og biður bæjarfulltrúa samþykkja fyrirliggjandi tillögu að gefa merki skipan í ungmennaráð. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir það. En nú bara sama hvað forseti endurglæðir fundagáttina þá kemur ekki upp þriðja málið sem við tókum inn með afbrigðum. Þetta málið. Já. Og það er tillaga að bæjarfulltrúi Sævar Birgisson taki sæti varafulltrúa í bæjarráði í stað Aldísar Stefánsdóttur. Eru aðrar tillögur þessa skipan? Svo er ekki og telst hann því rétt kjörinn sem varamaður í bæjarráð. Takk fyrir það. Annars ekki þennan vandræðagang. Og þá erum við komin að fundagerðum til kynningar. Það er þá 8. dagskrármál sem er fundagerð 411. fundarstjórnar Strætó. Sá fundur fór fram 24. september síðastliðinn og þar var 1 mál á dagskrá og fundagerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundagerð og fundagerðin er lögð fram. Og 9. mál á dagskrá er fundagerð 985. fundarstjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Sá fundur fór fram 27. september síðastliðinn og þar voru 14 mál á dagskrá og fundagerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundagerð og fundagerðin er lögð fram. 10. mál á dagskrá er fundagerð 54. eigendafundar Strætó. Sá fundur fór fram 29. september og þar var 1 mál á dagskrá og fundagerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundagerð og fundagerðin er lögð fram. 11. mál á dagskrá er fundagerð 37. fundar heilbrigðisnefndar og sá fundur fór fram 29. september síðastliðinn og þar voru 15 mál á dagskrá og fundagerðin er opin fyrir umræðu.
Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 12. mál á dagskrá fundargerð 430. fundar samstarfsnefndar skíðasvæðanna og sá fundur fór fram 1. október síðastliðinn og þar voru 2 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. Og 13. mál á dagskrá fundargerð 615. fundar stjórnarsamtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Sá fundur fór fram 7. október síðastliðinn. Þar voru svo mikið sem 13 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. Ekki eru þá fleiri mál á dagskrá þessa fundar. Ég þakka fyrir fundinn. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fer fram miðvikudaginn 29. október 2025 klukkan 16:30 og til fundarins verður boðað með dagskrá. Ég segi fundi slitið klukkan 17:08.